Útvarpsradikal. Þann 12. október í ár kom út frétt á Vísi.is sem að virkilega kom mér til þess að hlæja. Páll Winkel auglýsir eftir brotamönnum til afplánunar. Leðilegt að þurfa að handtaka þetta lið og eltið út allt, bara kæru afbrotamenn, verðið til í að gjöra svo vel og koma og hefja afplánun. Ef þið bara komið einn af öðrum, myndið einfaldar röð, þá sparar þetta okkur tíma og fyrirhöfn og þá bara klárast það allt saman. Við náum einhver örugglega, hvort sem ef við reynum, en endilega komið í afplánun. Þetta ekki þannig sem þetta virkar. Leyf mér að útskýra. Þetta hljómar fyndið, þetta hálf kjánalegt, en þetta eru merkilegt nokkuð góðar fréttir fyrir Ísland. Leyf mér aðeins að fara í gegnum þessa frétt á Vísi og útskýra hvernig þessu liggur. Nokkuð að dæmdir menn mæti ekki á tilsettum tíma til afplánunar. Í fyrra fyrndust 34 dómar. Þeir verða ekki færri í ár ef ekki verður brugðist við. Við munum því þurfa að senda út nokkra tugi handtöku skipana ef fólk bregst ekki við. Vonandi kemur ekki til þess, segir Páll Winkel fangelsismálastjóri í samtali við Vísi. Páll segir að þau hjá Fangelsismálastofnun vilja komast hjá handtökum en þær eru framundan ef refsingar eiga ekki að halda áfram að fyrnast. Það sem átt við að ofta á Íslandi, af því að fangelsin okkar ekki það mörg og plássin inni þeirra þetta mjög takmörkuð, þannig að ef menn fremja ekki mjög alvarlegan glæp eins og umferðarlagabrot, þau sem eru nógu alvarlega þau krefjast fangelsisrefsingar en ekki það alvarlega að þú ert ekki í talin vera stórhættulegu glæpamaður sem þarf að læsa inni strax. Það getur líka verið sum fíkniefnabrot sem innihalda ekki ofbeldi. Basically allir glæpir þar sem að ekkert ofbeldi eða slíkt kemur við sögu. Það var mjög algengt að menn, ég meina rétt eins og menn eru frjálsir sinna að fara mjög oft áður þeir mæta fyrir dómara, aftur ef þeir eru ekki ofbeldisfullir. Eins og segjum bara sem svo að ég fari út og sittist í bílinn sem ég á ekki og myndi keyra á 200 hérna í gegnum íbúðahverfið og vera þar ekki fullur undir stýri eða eitthvað. Ég myndi missa bílprófið, þurfa að borga sekt og allt þetta og nóg mörg umferðarlagabrót, þá myndi vera einhver fangelsisdómur í spilinu en mér ekki hent inn strax, því ég bíð eftir dóm, síðan eftir að dómur fallið þá kemur ljós verðið. Það ekkert, öll fangelsisrýmin eru full akkurat núna, þannig að þú verður bara að mæta í afplánun eftir einhvern x langan tíma. Samkvæmt greininni þá líka fyrnast brotin eftir vissan tíma. Ef þeir geta ekki sett þig inn í steinin eftir, held að séu 18 mánuðir, ég menn það ekki, en ég held að, jú, eða eitthvað 18 mánuðir, 2 árið eitthvað þá, og ef þú verð ekki í fangelsi þessum tíma þá fyrnist brotið og þarft ekki það í fangelsi, sem að sökkar mjög mikið. En það sem að gerast núna á Íslandi að nýja fangelsi á Hólmsheiði tilbúið, þannig að þá opnast fleiri pláss fyrir voru afbrotamenn, þannig að þeir geta loksins afplánað sína dóma áður en þeir fyrnast. Þið sjáið að hérna líka í fréttinni, hérna neðar svona töluritt sem að sýnir hversu margir dómar hafa fyrnast út af þessu. Þetta eru fucking margir dómar allt í allt, en þeim virðist vera að minnka sem betur fer. En já, basically það sem að Páll Winkel á við, sem að gera þessa frétt svona fyndna, eða af hverju hún hljómar svona fyndin, að þetta hljómar eins og að, já, það sé lögreglan og fangelsisyfirvöld sé ekki að vinna sína vinnu, þeir eru bara að kurteisislega biðja mennum að koma og fara í fangelsi. En nei, þetta er bara svona góð áminning fyrir afbrotamennina sjálfa. Þetta eyja, þið eru ekki að fara neitt, við vitum þið þarna, við bara nennum virkilega ekki að pikka ykkur upp. Viljið ekki bara keyra hingað upp á heiðina sjálfur, taka út ykkar refsingu og bara klára þetta svona, move, þið þurfið að gera þetta hvort sem illu besta lokið. Þannig að já, actually góðar fréttir lög og reglu í þessu landi. Mjög gott að heyra það.